Já, komið sæl og blessuð áhorfendur góðir og verið velkomin í Káa TV. Hér erum við að hefja hörkuleik, eða útsending frá hörkuleik sem Káa og HK mætast hér í Misúnadeild karla í blaki. Þetta eru tvö liðin sem alltaf börðust deildar- og Íslandsmeistaratitilinn í fyrra og má búast við hörkuleik. Við skulum kannski bara byrja á því að kíkja eins á hvernig staðan í deildinni er fyrir þennan leik. Aðeins að inn í þessu, þá erum við klár með þetta. Hérna kemur deildarstaðan. Sjáum að HK er byrjað af miklum krafti og er með 16 stig á toppi deildarinnar eftir 6 leiki. Aðeins mist af 2 stigum til þessa. Káa er eins og í 4. sæti með 5 stig eftir 4 leiki og hefur oft byrjað betur. Hefur tapað 2 leikjum og misti stig gegn Vestra í síðasta leik sem kom vantilega mörgum á óvart. En Káa-liðið fær eins og að gott tækifæri að koma sér aftur í baráttuna með því að vinna HK hér í kvöld. En það er nokkuð ljóst að strákarnir þurfa að hafa ansi mikið fyrir því að þeir ætla að koma sér aftur inn í þetta, því að HK er búið að líta eins og voru einfallega mjög vel út. En já, það styttist nú í þetta að fara að byrja hjá okkur. HK-liðið að koma hérna inn á völlinn, það er að kynna þá. Þetta verður vonandi hörkuleikur. Ágúst Stefánsson heiti ég og verð með ykkur hér í dag, hér á Káa TV. Stefán Jónsson sér útsendingu. Og að byrjunarlið Káa er Matteo, Lexi, Hermann, Filip, Vigfús og hann Benedikt Rúnar. Þetta er allt að smella hérna hjá okkur. Já, þá var alltaf að vera klárt hjá okkur. Eins og segi, þessi lið mættust í hreinum úrslitaleikum Íslandsmeistaratitilinn á síðustu leiktíð sem að Káa vann einmitt hér í Káa-milinu. Svo liðið var búin að vinna 2 leiki hvort í úrslitaeinvíginu fyrir þann leik. Og var þessi svakalega veisla. Spilum hvað gerist í kvöld. Þetta er farið af stað, Káa-liðið með fína móttöku og gefur Matteo og hann setur þetta út. Þannig að fyrsta stigið er gestanna. Og Andreas Hilmir Halldórsson heldur því áfram í uppgjöfinni fyrir gestina. Já, þeir byrja betur, afsökunar á smá vandræða myndin hjá okkur, það er komið í lag núna. Staðan er 2-0 fyrir gestina. Já, flott móti hjá Káa-liðinu og nú kemur Benedikt en varist hjá HK að reyna laumu en Lexi er klár þarna og hér kemur Matteo. Hávörnin blokkar þetta. Nú er lag fyrir gestina, kemur smass úr afturlínu. Filip ekki vandræða með þetta. Mistök hjá honum Alexander Arnari og dæmt tvíslaga á hann. Þetta var mjög klaufalegt. Og gestirnir komnir í 3-0. Þeir eru að byrja af miklum krafti. Við svo sem vitum það alltaf í blankinu að þetta er oft fljótt að breytast. Hér kemur Lexi á afturlínu. Góð vörn og nú er lag fyrir gestina. Og þessi er úti eins og var fyrst til Káa staðreind. Lúðvík Már með þetta smass út og Káa er komið á blað. Já, mikilvægt að missa gestin ekki of langt frá sér. Og já, Lúðvík með þetta smass út. Sjáum hérna hratt miðjuspil en Káa-liðið verst þessu og
Frábærlega gert hjá Benedikt þarna og Káa-liðið fjær stigið, dæmt mók á gestina og þetta gott stig, frábærlega gert þarna hjá Benedikt í hávörninni. Já, 3-2 fyrir HK. Káa-liðið komið 2 stig í rauðuna, að svara fyrir sig. Þetta var eins og var úti. Hörku smass frá Andreas en þessi bolti var úti og Káa búið að jafna í 3-3. Já, öll stigin til þessa búin að vera eftir mistök hjá Hörlund og þarna kemur fyrsta stigið sem var ekki til mistök, það hreinn ás frá Fúsa. Fúsi, ótrúlega flottur drengur. Hans hlutverk að Káa-liðinu oft að koma inn og taka uppgjafi þegar þurfa að vera öruggar. Hann yfir góður í því en hann kemur hins vegar misjafn uppgjöf hjá honum og staðan því strax orðin jöfn aftur 4-4. Leið og ætla að fara rósunum. Við skulum bara hætta því. Hætta öllu rósi hérna. Hér kemur hörku uppgjör frá Lúðvík en frábær móttaka hjá Alexa og hörku smass frá Matteo. Þeir ná ekki að berga þessu, ég veit ekki alveg hvað Lúðvík var að gera þarna. Það var einn hann að taka við þessari björgun hérna frá honum Andreas. En hvað það? Káa komið aftur yfir, Matteo með svakalegt smass. 5-4 í Káa. Og eins og ég segi, gríðarlega mikið fyrir Káa-liðið að taka öll 3 stigin hér í dag. Já, Fílip með hörku blokk. Fyrsta blokkstig dagsins, 6-4 fyrir Káa. Virkilega gaman að þessu. Og frábær uppgjöf frá Benna og Káa komið í 7-4, annar ásinn, Benedikt Rúnar Valtýsson, hans fyrsta stig. Hann vekki náttúrulega ekki stig á hann þegar hann komið þess að mögnuðu blokk sem endaði í móki hjá gestunum. Hér kemur Benedikt. Þetta var hansi lúmsk uppgjöf hjá hann, var erfitt að við þetta eiga. Hún kemur Lexi. En þeir ná að verjast þessu og já, vel getið á Matteo og kemur Lexi aftur. Hann bombar þessu út og HK fær stigið. 7-5 fyrir Káa. Minnir svona á að það hörkuleikur í handboltanum á sama tíma núna í Valsheimilinu. Valur Káa í beinni á Valur TV. Þannig að þeir sem geta endilega hafa báðaleiki opna. En hérna misjafn uppgjöf hjá gestunum og Káa aftur 3 stigum yfir, 8-5 núna. Þessi út, já, það voru fljótir átt að segja því að þessi uppgjöf frá Fílip væri of löng. Og staðan því 8-6, þetta svona 23 stig núna, spurning hvort að annað liðið náði smá rönni núna. Og hér Birkir að misjafna bolta, missa hann aftur fyrir sig. Og það eðlilega Ingi fyrir aftan hann hana. Og HK minnkar 1 stig. Fyrsti ás þeirra og það Hermann Hlinsson sem gerir það. Vel gett hjá honum. Þannig kemur hann aftur en Lexi sé við þessu og nú kemur Lexi. Hann setur þetta út. Töluvert að smessun séu út hjá vörnum í dag. Káa-liðið, já, Káa fær stigið. Hann var touch, ég sá ekki touchið en bæði Káa-liðið og dómarar leiksins tóku þessu. Og Káa því áfram í forystunni og Lexi komin uppgjöfina. Þessi úti. Og mjög tæpur en dæmdur úti og mundur því áfram 1 stig núna.
og missetnu uppgjöf þarna hjá honum Valens Torfa Ingimundarsyni. Já, þar ganga erfiðlega hjá HK-liðunum á jafna núna þessa myndir. Það ætla nóg eftir þessari fyrstu hrinu. Kemur svo ekkert á að þessi leikur myndi fara í 4 eða 5 hrinur. Hérna skoraði eins og gott stig. Elvar Örn Halldórsson. Og þá er hann mættur í uppgjörinu líka. Gíður sér góðan tími í þetta en hérna kemur uppgjöfin. Og Lexi sýtur hann hérna upp. Og hörkusmas frá Benedikt. Og þeir ná ekki að verast þessu. Vel gert í KA-liðinu. Það var hratt uppspil og Benni gjörsamlega bombaði þessu niður. Þá er Matteo. Þessi er virkilega först en frábælega varist. Nú er séns fyrir gestina og þetta fór í antennuna eða spíruna eins og við skulum kalla það. Og KA-liðið fær því stigið. Ég er ennþá að melta þetta íslenska yrði að kalla það spíru eða loftspíru. En hvað það, Matteo heldur bara áfram hérna en setur hérna í net og niður. Matteo með gríðarlega fastar uppgjafir sem enda yfirlt í því að hann annarkvæmt skorar ás eða setur hann ekki yfir. Hér kemur Benedikt aftur en þeir ná að verjast þessu núna og hér kemur ágætis bolti en Matteo náði að klára þetta. Nú kom eins og þægileg bolti fyrir HK-liðið. Nú er séns fyrir þá og aftur kemur KA-liðið boltanum yfir en sénsinn er hjá gestunum. Og hér kemur Lúðvík og hann setur þetta út. Fínt færi fyrir Lúðvík en setur boltan út og KA-liðið 13-10 yfir. Já, og þá er Fúsi mættur aftur í uppgjöfina. Komið ás áðan. Hvað gerir hann núna? Öruggubolti. Og, nú er séns fyrir KA-liðið. Nú kemur Lexi, bombar þessu og þetta er vel gert. Hnitmiðað hjá honum. Þarna var enginn. Og Lexi með sér annað stig í leiknum. Og gestirnir taka leikhlé. Já, Vladislav Mandic, þjálfari HK, tekur leikhlé og við skulum kannski bara kíkja aðeins á hvernig tölfræðin hefur verið til þessa í hreinunni. Hér sjáum við þetta 14-10 fyrir KA, 5 smastig hjá KA gegn 1. Það er akkurat munurinn á liðunum þessi 4 stig, 1 ás hvoru megin. Og sjáum að KA með 1 blokkstig, 8 stig sem HK skoraði eftir mistök KA-liðsins, þannig að þetta er svona sama saga á móti Vestra daginn. KA-lið þarf að fækka mistökunum, annars er liðið að spila flott blag. Áttu að klára þennan leik gegn Vestramönnum fyrr, heldur hann að klára hann í Oddahrinu, en svo sem líka var að vel gert hjá Vestramönnum að íta KA-liðinu í þessi vandræði. Og hérna er hann Andreas að skora, setur boltan hana í hávörnina hjá Lexa og niður í gólf í kjölfarið. Vá, Birkir sér við þessu boltinn. Aukjöfin af netinu, erfitt við þetta eiga og hérna mistök hjá honum Valens Torfa. Þetta boltinn ekki sér snúast meira hann bjóst við en hann náði ekki að stýra eins og hann ætlaði sér. 15-11 fyrir KA-liðinu. Og Benedikt mættur núna uppgjörnum fyrir KA-liði. Það væri sterkt að klára fyrstur hinnuna.
Já, Káa bjargar þessu. En ekki nægilega góðu bolti yfir og fyrir vikið skora gestirnir hérna. Þeir halda sér ennþá inn í þessu. Farið að svona líða á seinni hluta þessara fyrstu hrinu. Nú fyrir hver stig að telja heldur betur. Já, Fílip með laumuna sína. Sá að hérna voru menn sofandi að bíða eftir uppspilinu. Þá er voðin víst því Fílip er svo svakalega yfirsýn. 16-12. Annars stig Fílips í leiknum. 1 eftir blokk og 1 eftir laumununa. Og hér kemur hann í uppgjöfinni. Það er eins og ekki ásnum. Og þessi er úti. Hörku smass en Andreas náði ekki að stýra boltanum niður og þessi var töluvert úti. Káa leiði skyndilega 5 stigum yfir. Eftir að gestirnir komst í 3-0 þá er Káa leið búið að vera með ágætist taka á þessari hreinu. Þetta er virkilega vel gert. Nú kemur Matteo með fína bolta og þessir upp í loft og Káa leið fær stigið. Það var nauðvörn Káa leiðinu. Koma svo boltanum upp á Matteo og Matteo skilar þessu í stigi hérna 18-12. 3 stigur auðvitað Káa lið núna. Það eru 6 stigum yfir. Og þetta er eins og virkilega vel gert. Elvar Örn stekkur hátt og nær að skila boltanum beint niður. Það var ekki séns að vera þessu. Og staðan er því 18-13 núna. Matteo, frábær hávörn, hann er Birkir klár og nú kemur þeir ná boltanum yfir en nú er lag fyrir gestina, nú kemur hörkusmass og þessi er úti. Enn eitt bolti frá Andrea sem er út. Hann þarf eitthvað að stilla miðið betur. Hann er að smassa alveg gríðarlegum krafti en það vantar aðeins upp á miðið eins og Manuel sagði og þá skiptir hann Vladislav Hanum út af og Markus Ingi er komin inn á í hans stað. Og í kjölfarið þá kemur þetta hörkusmass frá Elvari Erni. HK er ennþá inn í þessu en þeir þurfa að koma með gott áhlaup núna. Káa vantar aðeins 60 til að taka þessa fyrstu hrinu. Og aftur Auðrðu. Það minna engu þarna. Birkir misti boltan aftur fyrir sig. Lexi kom með svakalega björgu sem sást vantarlega ekki á mynd. En boltin var langt frá netinu þannig að það var erfitt að stýra boltanum yfir hérna og HK fekk stigið. 2 stig á gestunum núna 19-15. Þessi er úti. Já. Valins Torfi með aðeins og langa uppgjöf hérna og Káa liðið var fljótt að átta sig þessu. 20-15, 5 stig sem vantar núna til að komast í 1-0. Og Hermann Býring kemur með, þetta er meiri snúningur á boltanum heldur en gerir ráð fyrir, en þeir ná að stýra þessu og nú er lag fyrir Matteo. Hann setur hann inn, þessi var inni allan daginn. 21-15. Já. Og Káa liðið náði að halda áfram þessu dampi út allan leikinn. Við sýndu á köflum frábæra kafla gegn Vestri á dögunum en það duttu niður þess á milli. Það kostaði þá stig. En leiklið hjá gestur núna. Káa vantar aðeins 4 stig til að klára þessa fyrstu hrinu. HK er ennþá í möguleika en þeir þurfa þá að ná ansi öflugum kafla. Eins og segi, HK komst í 3-0 en síðan skoraði Káa næstu 4 stig og þeir hafa leitt leikinn í kjölfarið. Þá kemur skipting hjá Káa liðinu.
Hermann út og inn kemur hann Björn Heiðar Björnsson. Sjáum hvernig uppgjöfni verða hjá honum Birni. Hún föst en flott vörn hjá honum Valens og nú kemur hörkusmann frá Lúðvík. Hávarðin káa först fyrir en boltinn út og munur því aftur 5 stig núna. Fyrsta stig Lúðvíks í leiknum. Það kemur smá óvart. Við vil Naskur að klára stigin sín. Nú kemur Benedikt en þeir eru vel að Varbergi þarna og nú kemur fín Hávarðin káaliðinu og þeir eru í smá vandræði núna gestirnir og kemur þægileg bolti yfir. Og Birkir missir boltan full langt en káaliðið fær stigið. Seiling dæmd á gestina. Þeir sér full mikið þennan bolta og káaliðið fær því mikilvægt stig. Nú vantar aðeins 3 stig til að klára þessa fyrstu hrinnu 22-16 og þá kemur Matteo í uppgjöfina. Hún kemur hér, hún er föst og hún er úti. Hún var þetta ekkert mikið úti en þetta var svo sannarlega úti samt. Hann tekur alltaf sénsa í uppgjöfunum. Og kemur Fúsi en frábær hávörð þarna. Sjáum að Kristoffer Björn fagnar þessu gríðarlega. En það er lífsnauðslega stig fyrir gestina. Minkið í 4 í staðinn fyrir að Káa kemist 6 stigum yfir. Það er ennþá von fyrir Kópavogsliðið. Og hér kemur Matteo. Frábær hávörð aftur hjá Kristoffer og hann er að fagna þessu vel og innilega. Svo sem mjög skiljanlega. Það er ótrúlega gaman að verja þessa bolta í hávörðinni. Þá getur káaliði leikli. Við erum að Kristoffer er vel peppaður. Já, 3 stig í röð frá HK-liðinu og þeir eru enn á lífi. En káalið þó ennþá með þetta í sínum höndum. Skulum vona að þeir ná inn á að klára þetta. Það er gríðarlega mikilvægt held ég ykkur upp á svona stöðuna og svona spennuna í deildinni að HK ná ekki að stinga gjörsamlega af. Þeir var að byrja að leika þennan vetur af miklum krafti eins og við sögðum í upphafi. Það var aðeins mist á 2 stigum og unni sína leiki til þessa. Jæja, þá erum við klári í slaginn á ný. Jæja. Nú kemur Matteo. Kemur boltan yfir. Nú kemur Lúðvík. Og herðu, káaliðið nær að bjarga þessu á frábæran hátt. Og nú er lag fyrir káaliðið. Kemur Fílíp á Lexi á afturlínunni. Þeir ná að verðast þessu. Frábært rally núna. Þessi er úti. Og káaliðið fær stigið. Hermann Hlinsson með smassið út. Þetta var frábært lag sem liðið sýndu þarna. Mikill kraftur í báðum liðum þarna og frábæra varnir á báða bóa. Gaman að þessu. Þá kemur Fúsi, hérna kemur boltinn á honum. Og Lúðvík nær boltanum yfir, það erfið bolti fyrir hann og kemur Lexi. Hávarðin fín og dæmt moka káalið. Og Fílíp er ekki sáttur. Ég held reyndar þetta síðan eða bara rétt. Jæja, Fílíp er að koma inn á áfram við smjörið. 23-20 og Lúðvík í uppgjöfum fyrir gestina. Hér kemur bolti frá honum. Virkilega fastur en Fúsi sér við þessu. Nú kemur Matteo. Og gestin haldur þessu gangandi. Nú kemur allt og fastur bolti út frá Valens Torfa og káaliðið vantar 1 stig til þess að klára fyrstu hrinnuna.
sem segi Káalið búið að hyggsta full mikið í upphafi vetrar og þarf nauðsynlega á 3 stigum að halda. Strákarnir eru búin að vera sterkari aðilinn í fyrstu hreinu. Nú er bara að klára dæmið. Nú kemur Benedikt með þetta. Já, það er bara örugt. Nú kemur fastu bolti en Hávardinn til fyrirmyndar. Filip og Hermann þarna lokaði þessu vel og Káa vinnur fyrstu hreinu 25-20, 1-0 fyrir Káa og ég held að þetta sé eða bara sem leikurinn þurfti. Þegar ég segi, það er bara jákvæmt fyrir deildina ef að HK er ekki að stinga af. En þá skulum við kannski kíkja örstutt á hvernig stigin dreifðust hjá liðunum. Þannig sjáum við Káalið, Matteo og Lexi og Filip allir með 3 stig. Benedikt Rúnar með 2 og Vigfús Jónbergsson með 1 hjá gestunum. Þá var Elvar Örn með 3 stig, Kristófer með 2 og þeir Lúðvík Hermann og Andrésar með 1 stig. Segir ykkur það er vantarlega mjög mikið mistökja á báðum liðum sem er að skila þessum loka stöðu 25-20. Sjáum þetta þarna 8 smöss hjá Káa gegn 5 hjá gestunum, 1 ás sikkur megin, 1 laumað Káa-liðinu, enginn á gestunum, 2 blokkstig sikkur megin. Káa-liðið skora 13 stig eftir mistökja á HK, HK skora 12 stig eftir mistökja á Káa-liðinu. Allt og mikið af mistökum. 5 mistökjar uppgjafar á Káa-liðinu gegn 3 og sér ykkur það að það er kannski svolítið titringur í báðum liðum. Þetta verður alveg klárlega betra þegar líður á þennan leik. Þegar menn komast aðeins betur í taktin við þetta. En sterkt hjá Káa að taka þessa fyrstu hreinu. Leiddu mest með 6 stigum. Og svona eftir að HK komist til 3-0 þá var Káa með svona tiltölulega þægilegt taka á þessu. HK var aldrei langt á eftir eiginlega. En mér var samt svona Káa með ágætist taka á þessu. En við skulum taka okkur smá pásu og koma svo ferskinn í næstu hreinu. Já, þá erum við að vera klár fyrir næstu hreinu. 1-0 fyrir Káa. En það er klárt mál eins og ég segi að bæði liðið eftir að finna taktinn betur. Gríðarlega mikið mistök í þessari fyrstu hreinu hjá báðum liðum. Og ég er alveg viss um það að þetta verður betra núna í þessari annar hreinu. Allt að verða klárt, það er Káalið sem byrjar og það er Vigfús Jónbergsson og hérna kemur uppgjöfin frá honum og nú kemur hörkusma sem fín hárið Káaliðinu, þeir á að halda þessu gangandi. Nú kemur þægilegu bolti, já og fyrsta stíði Káa. Benedikt bombar í hávörnina og út og hans þriðja stíði leiknum Benedikt Rúnar Valtýsson. Já, þeir smá vandræði með þetta en á boltan svo förstum yfir. Nú kemur Lexi af hávörðinni. Já. Það var klárt touch þarna. Alexander Arnar Þórisson. Kemur Káa í 2-0 í þessari annar hreinu. Og
Þægileg bolt fyrir Káliði núna og nú kemur Lexi, bombar þessu en hann fer út þessi. Ekki nokkuð spurning, var ekki touch. Og HK komið á blað. 2-1. Verður væntanlega mikil barátta í þessari hreinu eins og fyrstu hreinu. Þessi lið mætast alltaf í hörkuleikjum. Frábær vörðnaðin. Nú dæmt yfirsti á Káaliðið. Og gestin hefur bara jafnaði 2-2. Það er alltaf stranglega bannað að stíga við línuna. Fílip reyndar vill ekki kannast við þetta. Svo sem gera það enda sjaldnast. Jæja, hann kemur Lexi og hann reynar að lauma hann yfir en þeir eru fljótir að átta sig. Flott hárti Káliði núna og hér kemur hörku smass en vel gert hjá Matteo, frábær vörn. Svo kemur hann við smassi í kjölfarið og skorar. Virkilega vel gert hjá Matteo Castrillo. 4 stig í ansileiknum, frábær vörn og hann fagnar að hætti húsins. Skemmtilegu karakter. Jæja, og kemur uppgjöfur á Benedikt. Kemur vantilega hörkusmass og þessi út en það var touch frá Fílip. Og staðan ekki upp, 3-3. Andreas Hilmir aðeins að finna miður sitt núna. Setti fullmarga bolta út í fyrstu hreinu. Og kemur Lexi dæmt. Tvíslag hérna á Fúsa. Já. Þannig að gestirnir eru komnir yfir fiskir til þessari annar hreinu. Lexi missur náttúrulega sig, hann Birkir. Nei, reynir ekki að stýra þessu nógu vel en Káli kemur boltanum yfir og nú gestirnir í dauðafæri og já, Birkir gerir þetta vel. Nú kemur Matteo, frábær hávörn og Hermann ekki að stýra þessum bolta upp aftur. Já, 3 stig röð frá HK. Þeir eru komnir í 3-5 núna. Hér sjáum við Matteo, gerir vel úr þessu og þetta er stig. Það var ekki auðvitað bolti í heimi en hann kom honum vel yfir, rétt yfir hávörðina en nógu nálægt að þeir náða krafsi í boltan sem gerði ennþá erfiðari fyrir örnina að eiga við þetta. Hér kemur Fílip. Já, nú kemur Matteo aftur. Þetta er vel gert hjá Arnari Líberó gestana. Nú aftur Seinsfjörð Káaliði kemur Matteo. Þetta er hins vegar út og hann veit upp á sig skömmina. Já, mikilvæg þessi önnur hrina. Gestirnir við ætlum að sjálfsögðu halda sér inn í þessu með það jafni 1-1. Káaliði kemur í algjörða lykilstöðu að vinna þessa hrinu og hann laumaði boltanum yfir hávörðina og eru komnir í 3 stiga forystu. Þeir eru að byrja betur núna og eru að þeir finnst aðeins fyrr að svona finna taktinn. Gerðu eins og segi 13 mistök í fyrstu hrinu sem gáfu Káa stig. Það er einfallega allt og mikið. Káaliði var svo sem ekki mikið skárra. Það voru 12 hjá þeim. Nú komum þægilegubolti. Fílip getur núna valið, situr á Lexa og Lexi bombar þessu niður. Það er ansi erfitt að verjast þessu. Hávörðin veit ekki hvað boltinn fer. Og Fílip endar að setja boltan á Lexa sem plappar þessu niður.
2 stiga munur. Lexi í uppgjöf og hér kemur boltinn frá honum. Þessi eins og langur, endar úti. Jæja, fín mótur sem káliði, nú kemur Matteo, frábær Hávörð, það verður bara að segjast eins og er. Og HK komið í 4 stiga fórustu á ný. Það hefði ekki verið hann Elvar Örn sem að tók þetta, ég ætla að skráta á hann. Þá kemur Matteo, þetta er virkilega vel gert hjá honum. Hávörðin ekki alveg til staðar og þá er Matteo fljótur að reynda sig það. Kom boltanum fram hjá mannum og minkar í 6-9. 7. stigi frá Matteo. Skiptir líka miklu máli fyrir KA-liðið að koma honum vel í stand. Skoraði aðeins 3 stigi í fyrstyrinu. Sæs komið 3 stigi núna. Í byrjun annar hreinu. Og hér kemur Matteo bara strax spassar þessu, en þetta er vel varist hérna hjá honum Valens. En í kjölfarið þá kemur Andreas boltanum ekki yfir og KA-liðið minkar í 7-9. Ekki frá Hermanni, hún er fín. Þeir ná að gera ágætlega úr þessu. Filip upp á Fúsi. Þessi var hrikalega langt úti. Og hann plaffar hérna auglýsingaskiltið niður. Já. Það var ekki alveg nægilega gott hjá Fúsa. Það býður hann eftir uppgjöfinu frá Lúðvík. Og fær hann flautið. Og hérna kemur bolti fyrir honum, hann er fastur og úti, þessi er úti, vel gert. Já, Sölvi Páll var fljótur að lesa þennan bolta, gera þetta vel. Jæja, Matteo, hvar endar þessi núna? Þetta endar í hörku uppgjöf en vel gert hjá Arnari í vörninni hjá gestunum og hér þarna er klárt net á HK-liðið. Og þá er Filip kallaður smá spjall hjá dómurunum. Hann var aðeins að róa sig kallinn. Þeir eru alltaf alveg með yfirsýnina yfir þetta, sá og sjálfsög var net. Það var algjör óþarfa að þurfa að garga svona á þetta. En jæja, KA-liðið með 2 stig í röð, búið minkið í 1 stig núna. Og kemur Matteo aftur. Tók hann aðeins lausar, hann er vanur, frábær Hávörð, en boltinn enn í leik. Nú kemur aftur tækifæri og það var takað laumu, Fúsi klár og frábæra gert hjá Filip. Þetta var vægasagt netmiðað hjá honum og hann jafnar í 10-10. Ótrúlegu blag, heili hann Filip Pavel. Það var potturinn og pannan í blakinu á KA núna í ansi mörg ár og hrikalega sterkt að hafa hann hjá okkur. Jæja, áfram með þetta, Matteo með svakalega smass á afturlínu en þeir ná að verða þessu. Það kom meiri gæðina leik núna. Hér kemur hörku smass en Birkir er að verða þessu en dæmt net á KA-lið.
Já. Káaliðið meina þetta að það er í bolti sem voru nettið. Ég sá þetta ekki nægilega vel. En Háka fær stigið og hér kemur uppgjöf frá þeim. Vel getið Sölva í móttökunni, nú kemur Matteo, laumar og fín björgun frá Elvari. Nú kemur Hörgust Mas og þeir fá boltan aftur og frábær Hávard en boltin út. Útrúlega svekkjandi að verja boltan jafn vel en boltin verður út og gestirnir tveimstum yfir. Nú þar held ég Fílip aðeins að fara að róa sig, reyna að einbeita sér að leiknum. Sölvi tekur boltan, hann var líklegast að leiðina út þarna og fyrir vikið skora gestirnir. Leiklokið í Valsheimilinu hjá boltanum. Valur vinnur á lokum öruggan 8 marka sigur. Eftir þetta hafði verið tiltölulega jafnt og spennandi lengst af. Þannig fórum sjá fyrir það, Káali ætlaði smá laskað í hafboltanum. En hvað það? Við skulum einbytta okkur að blankinu. Þessum spennandi leik hérna. Já. Næja, gestirnir fá stigið. Ég sá bara Matteo fagna þessu eins og það hefði verið touch og út, en næja, 4. stig Háka í röð og þeir eru komnir núna í ágætis stöðu. Það sér út eins og að vel gert hjá Birki að sjá þetta. Og þessi bolti er svo inni. Hávatin ekki nægilega góða Káaliðin hérna og já, það vantar aðeins upp á takti núna hjá okkar liði. En á samtíma eru gestirnir að svara fyrir sig eftir að hafa tapað sér fyrstu hrinnu. Vikið Mattur eftirlínunni, frábælega gert hjá honum. Bombar þetta gríðarlega fast. Og Hermann Hlynsson á ekki möguleika á að stýra þessu eitthvað annað en út. Þessi bolti er eins og var út. Æja, endurtekið. Línuvarður var ekki alveg viss á þessu og þá er bara svo sem þetta var endurtekið. Það er bara hárrétt ákvörðun. Mér enda fannst hann vera út. En það er auðveldar að segja það þegar það er ekki stigið undir það sem það er ákveðið sjálfur. Ja, 12-15 og nú fer hver stig að verða gríðarlega mikilvægt.
virkilega vel gert, flott spil í KA-liðinu og kemur Matteo með hnit með að smas alveg út í horn og hann að minnka þetta í 2 stig, hans 8. stig í leiknum. Eins og ég segi, mikilvægt fyrir KA-liðið að virkja Matteo betur en hann gerði í fyrstu reynu. Og hérna kemur velgert hjá honum Valens Torfa, heldur þessi 3 stiga forskoti. Eins og að lífsnauðsynlegt fyrir HK að taka þessa aðra hreinu, jafna í 1-1. Æja, kemur Sölvi, þessir út, ekkert touch. Já. Ágæti staðin sem að Sölvi komst í þarna. Þá er honum skipt út af og hérna kemur Alexander Arnar Þórisson. Þessi er svo út, þessi uppgjöf frá honum Valens Torfa. KA-liðið er ennþá inn í þessu. En það væri sterkt að ná að brúa bilið sem allra fyrst. Erfitt að leiða allan tíman þessi uppgjöf frá Filip. Ekki nægilega góð. Eins og segi, mér finnst Filip aðeins þurfa að ná haustum aftur í rétt horf. Búinn að vera að pirra sig svolítið á nokkrum dómum og svona. Það kemur uppgjöfum frá honum Kristoffer. Það er vel gett að Lexa, nú kemur séns Lexi í smassið, setur hann í háröldina en á lífi og þessi er út. Enn eitt smassið frá honum Andreas Hilmi sem endar út. Já, þarna var vel gett hjá Matteo, var klár í hraða uppspilið þarna og Lexi nær að stýra sem bolta hátt upp í loft og kemur Matteo laumar lengst út. Náði enga að stýra þessum bolta og HK nær að halda þessu í 3-4 stiga núna. Æja, kemur Fúsi. Æja, út í spoltið hjá honum. Nú hver stert hann síðast. Þeir segja að Matteo hafi stert hann síðast. Matteo er ekki sáttur. Já, þetta stig hefði getið að enda hvorum megin sem er. Ég treysti mér ekki að dæma þetta. En staðan orðin 15-20 fyrir gestina og KA-liðið er alls ekki sátt með nokkra dóma hér, sérstaklega í þessari annarri hreinu. Og þá fáðu líflínu hérna uppgjöfum frá Andreasi í net og niður og munurinn 4 stig. Nú þarf KA-liðið á alvöru rönnið að halda. Ja, Filip setur hann í netið og yfir. Þeir ná að stýra þessu og þessi er þá lífi. Frábælega gert hjá Hermann og Lexa. Hvað gerist nú? Lúðvík með svakalegt smass og hann klárar þetta 16-21. Já, þessi vörn þarna hjá Hermanni og Lexa flott. En Lúðvík fekk svo færi í kjölfari sem að hann kláraði. Stefnir í að HK sé að jafna metin í 1-1 hérna. Hér kemur uppgjöf frá Lúðvík, hún er virkilega först. Lexin er að verjast þessu en boltinn yfir, nú er séns fyrir gestina
kemur hörkusmass af háveitinu út. Þetta gerir Valens Torfi vel og HK að klára þessa aðra hrinu. Ég sé allavega ekki í spilunum að KA-liðið sé að ná að snúa þessu. Það vantar aðeins 3 stig hérna. Lúðvík með svakalega uppgjafir og hér kemur næsta, en hún fer ekki yfir. Þannig KA-liðið ennþá á lífi hérna. Æja, nú ætli Matteo dreigi ekki aðeins úr styrknum því við þurfum örugga uppgjör núna. Þessi virkilega föst og út. Já, eins og ég segi, við þurftum eiginlega á öruggri uppgjör að halda þarna og þá kom Matteo með að fullum krafti og það endar út. Það algjörlega 50-50 hjá honum þegar hann fyrir hérna pakka. Þessi eins og út. Þessi ekki frá Elvari sem Alexi ætlaði í þetta en Birkir Freyr kallar á hann og við því boltan fara. 18-23, Fúsi í uppgjöf, hann rétt með örgar uppgjafir en samt krefjandi fyrir gestina eða anstæðingana. Nú eins og þeir klúðra liðspilinu en þeir sleppa með það. Nú kemur Lexi. Tvíslag á Alexa, þetta dýrt sérstaklega þessari stöðu. Nú vantar gestina 1 stig. Hann ætlaði að vera klókur hérna í staðan fyrir að setja boltan yfir. Það laum honum á Benedikt en tvíslag dæmt á hann og þetta net á Filip. Það var alveg skýrt. Og HK búið að jafna í 1-1 með því að taka þessa aðra hreinu 18-25. Voru einfallega sterkari aðilinn í þessari annar hreinu. Sama tíma var KA-liðið aðeins að missa hausinn. Svolítið pyrringur í strákunum og menn þurfa einfallega að ná að núlsetta sig núna fyrir næstu hreinu. Já, ef við kíkja á stiga hæstu menn. Matteo stigastur í KA-liðið með 8 stig, Lexi með 5, Filip með 4, Benedikt með 3 og Vigfús Jónbergsson með 1. Hjá gestunum Elvar Örn með 5 stig, Lúðvík Már, Kristofur Björn og Valens Torfi allir með 3 stig, Andreas Hilmur með 2 og Hermann Hlinsson 1. Næst skulum við kíkja á hvernig stigin dreifðust hérna í þessari annari hrinu. Já, 18-25 sigur HK. Eins og ég segi, þeir voru bara sterkari aðilinn í þessari annar hrinu, jafna því 1-1. KA samt með fleiri smastig, þegar 8-6, 1 ás, það var hjá gestunum. 1 lauma sig hverju megin, 1 blokkstig á HK, ekkert á KA. En sjáum við það að HK fækkar mistökunum sínum úr 13 í 10. En KA eins og að fjölgar sínum úr 12 í 15. Allt og mikið af mistökum í báðum liðum og en eins og HK-liðið aðeins að ná að laga bætandi hjá sér. En já, svo tókum við aftur smá pásu, spennandi þriðja hreina framöndan og við sjáumst eftir smá stund.
Já, einhver smá rugglingur á uppstillingum KA-liðinu. Það er búið að klára þetta og við erum klár í þriðju hrinu. Fín móttöka KA-liðinu, nú kemur Lexi, plaffar þessu, þeir ná að stýra þessu og kom boltanum yfir. Hér kemur Lexi, já, vel gert að KA-liðinu, sóttu af harðfylgi þarna. Og fyrsta stigið er KA. Eins og segi, KA-lið þarf eiginlega helst 3 stig úr þessum leik, en þeir þurfa að taka þessa hrinu. Þetta er fín uppgjöf, þeir ná eins og þar koma boltanum fram. Já, gerði ekki þetta Birki og nú kemur Matteo, bombar þessi háðuna beint niður og KA komið 2-0. Já, þetta er að byrja vel í KA-liðinu núna og menn eru með hausinn í lagi. Það er eftir að koma þægileg bolti, flottar uppgjafir hérna. Hér kemur Matteo og hann gerir þetta aftur, næra bomba boltanum í háveitinu og beint niður. Og KA-liðið komið í 3-0 og allt eftir hörku sóknir og gestin taka leikhlé, reyna að taka Lexa aðeins úr jafnvægi. Lexi búið með frábærar uppgjafir fyrir viki fyrir HK, lítið náð að beita sér sóknarlega og KA-liðið 3-0 yfir. Já, þetta líst mér vel á. Nú er bara spurning hvort að þetta leikhlé hans Vladislav taki Lexa aðeins úr jafnvægi með uppgjöfurnar. Lexi búinn að vera frábær í þessum fyrstu 3 uppgjöfum í þessari þriðju hrinu. Sjáum hvað hann gerir núna. Leikhlíðin eru oft tekinn til að taka með aðeins úr jafnvægi. En nei, bara með hennar örugga, en nú er eins og að laga fyrir gestina. Þeir missa boltan of langt og Fúsi lúrir þarna og setur boltan í gólfið. Já, missa boltan aðeins og framalega og þarna er Fúsi klókur. Lúrði þarna og kláraði þetta 4-0 fyrir KA. Lexi aftur, já, það virkar ekkert að taka Lexi úr umferðinni svona, eða jafnvægi fyndi ég. Og KA-liðið í góðum séns, nú kemur Lexi úr afturlínu og bombar þessu niður, 5-0, allt annað að sjá KA-liðið núna. HK hefur engin svör. Þessar uppgjafir frá Lexa eru hrikalega sterkar og það taka þeir skiptingu. Valens Torfi út og einu kemur Nökkvi Freyr. Svo þetta hann á að standa vörðina betur. Æja, og þetta er Lexi ná að halda áfram þessum hörku uppgjöfum sínum. Já, þetta þessi bolti fór eins og ekki byrja oft og nú er ann og aftur lag fyrir KA-liðið. Nú kemur Lexi á afturlínunni og þessi bolti upp í loft og KA-liðið komið í 6-0. Og þetta eru allt eftir hörku sóknir. Allt annað að sjá til KA-liðsins og eins og segi HK-liðið er í gríðarlegum vandræðum með móttökuna enda frábær uppgjafur á Lexa. Hann heldur áfram hérna og þetta, þeir ná að bjarga þessu. Nei, við komum alltaf ekki yfir. Þetta er 7. stig KA af 7 mögulegum hérna í þriðju hrinu. Frábært svar hjá KA-liðinu eftir svolítið vonbrigði með hvernig liðið spilaði í annar hrinu. Og hérna kemur frábær uppgjöf enn og aftur. Vandræði í móttökunni hjá Arnari Líberó og hér kemur Lexi í afturlínunni en það komaði
Hann náði ekki boltanum yfir hann að setja hann í netið og fyrsta stig HK staðrend og ég held að þeir fagni bara þessu gífurlega að vera búin að losna við Lexa úr uppgjöfinni. Voru í svakalegum vandræðum með hann. Hann kemur Matteo og hann heldur bara áfram. Skotríð KA-liðsins 8-1. Hermann Býring í uppgjöfinni. Það ná að fylgja eftir þessari svaka uppgjöfum hans Lexa. Hér kemur virkilega gott smass frá Andreas Hilmi. Fyrsta sóknarstig HK. Skiptir þetta miklu máli að ef Andreas nær að finna miðið sitt. Eins og segi, búin að vera með full marga bolta út. Já, Lexi gerir þetta vel. Nú er Lexi afturlínunni, setur hann bolta yfir og í gól. 9-2. Frábær byrjun að KA-liðinu. Þetta er maður virkilega ánægður með hvernig þeir hafa svarað. Ég hafði svona smá áhyggjur hvernig myndi byrja þessa hreinu. Var þetta töluverður pirringur í liðinu eftir aðra hreinu. Og hérna klárar Filip enn og aftur. Nú er það þess að Matteo með frábæra uppgjöf. Móttakan erfið, missa boltan yfir netið og þar lúrði Filip. 10-2 þeir taka skiptingu núna. Út af kemur Hermann Hlinsson og inn kemur hann Dren Morina. Jæja, Matteo með geggjað uppgjöf á hann. Þessi er líka frábær en þeir ná að stýra þessu. Boltinn kemur yfir en KA-liðið er í góðu færi núna. Kemur Lexi afturlínu og þetta er gríðarlega erfitt við að eiga. Arnar Birkir reyndi að stýra þessu en þessi bolti ótrúlega fastur og erfitt að verjast þessu. Og þá er enn einn skiptingin á gestunum. Andreas út og inn kemur Markus Ingi. 11-2 fyrir KA. Strákarnir vita það að þeir þurfa sigur í þessari þriðju hreinu. Þessi bolti er eins og var út. Eins og segi, þetta er yfirleitt 50-50 á Matteo hvort þetta endi í stíi eða út hjá honum. Fúsi, já, því ykkur kraftur hérna hjá Filip. Fúsi misti boltan yfir netið. Hérna var Filip klár í að loka að gestin getur svara strax. Það enda bara með stíi fyrir KA. Filip gerir þetta virkilega þegar sjötta stig hans í leiknum. Hann er að skora mikið núna. Staðan 12-3 og þá er Fúsi mættur uppgjöfina og hún kemur hér. Æja, vel gert hjá Arnari. Líbur á hérna og þessi er já, vantalega verið touch frá KA-liðinu. Allavega, eða net. HK fær stíið 12-4. Sá ekki alveg bendinguna hjá dómurunum. En það skiptir ekki öllu máli. Gestirnir komið 4 stig núna. Lúðvík með hörku uppgjöf. Birkir stýrir þessu vel og hérna með Lexi af háurðinu út. Það er allt annað að sjá KA-liðið. Þetta er algjörlega til fyrirmynda núna. Já, nú bara halda áfram og gefa gestunum ekki möguleika að svara fyrir sig í þessari hreinu. Kemur Benedikt, uppgjöfans kemur hér. Þeir ná að stýra þessu, nú kemur boltið full aftalega þarna fyrir að nökkva og í staðinn kemur svakaleg smass frá Matteo á háurðinu út. KA 10 stigum yfir núna. Já. HK-lið ekki í takti hérna í þessari þriðju hreinu. KA-lið er að nýta sér það væga sagt. Benedikt meina ég. Og KA-liðin er ekki að stýra þessu betur og þetta var vel gett hjá honum Nökkva. Nökkvi Freyr
hans fyrsta stig í leiknum. Þetta svona hvergin í búið. Blakjall þannig íþróttu alltaf að halda árum að sækja og hengið með Lexi. Frábær vörn hjá Lúðvík en þessi spolti slakur hérna frá honum. Nökkva og Kávalið því séns á kemur Laumann, frábærlega bjargað en ná boltanum ekki yfir. Kávalið fær stigið. Laumann frá Fílíp. Góð þarna. Og við skráum þetta sem laumustegi hjá honum. Þeir reyndu eins og þið gátt að bjarga þessu en það gekk ekki. Káa aftur 10 stigum yfir. Fílíp. Flotta uppgjöf og Kávalið fær þetta stig. Ás hjá Fílíp. 11 stiga munur. Þeir eru bara einfaldlega í miklu vandræðum hérna í þessari hreinu gestirnir. Svona einhvern veginn nái svara fyrir sig. Þetta enn eitt stig sem Kávalið fær. Það gengur ekkert upp tvíslag á gestina. 17-5 og það taka leikhlé Vladislav Mandic og þetta er ekki að koma neinu óvart. Það kemur eiginlega bara óvart að það ekki komið fyrr þetta seinna leikhlé gestana. Já, eins og ég segi, maður var svona aðeins með í maganum hvernig Kávalið myndi svara fyrir sig í þessari þriðju hreinu eftir svona fíluna sem var svona aðeins farin að einkenna liðið í annar hreinu. En þetta er frábært gert. 27-13 í smössum eins og við sjáum þarna. Kávalið er að sækja af gríðarlegum krafti. En sjáum eins og að líka Kávalið hefur gert töluvert fleiri mistök heldur en HK. 30 stig sem að HK skora eftir mistök Kávalið gegn 23. Þetta er reyndar allt og mikið á báðum liðum en hvaðan það? Þessi var úti. Ég var ekki viss. En alltilega reynandi á Fílíp. 17-16. Þetta var allavega ansi tæft hjá honum. Þá er Andrén Morína í uppgjöfinni. Birkir sér við þessu. Nú kemur Matteo. Plaffar sem frábær vörn hjá Andrén. Kávalið í góðu sénsum. Matteo aftur og plaffar þessu. Það hefði verið þetta var persónulegt. Hann plaffar þessu beint á Andrén og sendur hann smá skilaboð. Það var skrænilega ekki gaman að það Andrén hefði varið svona vel frá sér á hann. Skemmtileg karakter Matteo, skemmtileg að vera með honum í liði. Það er ekkert sérst að vera mót honum. Og já, Kávalið kemur boltanum yfir. Já, það stóð tæft. Kemur Fílíp á Matteo. Já, þeir ná þessu. Þessi boltar enn á lífi. Nú kemur þægileg boltur í Kávalið. Fílíp upp á Matteo, hratt með þessir út. Matteo er komin aðeins fyrr heldur en Fílíp bjóst við. Bolti enda því svolítið aftarlega. Erfitt að stýra þessu bolta. Staðan því 18-7. Já, þið heyrið það rétt. KA er 11 stigum yfir eftir þessar tvær hörkur hrinur sem búnar eru og hérna kemur missandi uppgjöf á Nökkva Frey. 19-7. Á, ég held að maður geti farið að reikna með sigri KA þessari hrinu. Svandur komast í 7-0 og síðan er þetta búið að vera hægt og bítandi að bætast við. Búið að stoppa leikinn hérna. Hermann vildi ekki taka sénsinn, tók því uppgjöfina og Kávalið hlær að þessu. Það er að hafa gaman að þessu. Já, ég enda að vera ekki nefn. Ég misti aðeins að hvað var að gerast þarna. Ég var að einbeita mér að hlæja aðeila. Næja, áfram með smjörið.
Hér kemur Lúðvík, frábær hárið Káa-liðinu en HK annað séns. Og þetta vel klárað. Markús Ingi. Hnitmiðar þarna. Það þarf ekki alltaf að vera fast. Þetta fyrsta stíð hans Markúsar í leiknum. 11 stiga munur núna. Kemur Benedikt en þetta vel gert en eftir þessar fínu vörn hjá Dreen þá vantaði eitthvað upp að taldan þarna og enginn tók boltan hjá gestunum. Allur taktur dottinn úr HK-liðinu. Þetta óvenjulegt. Jæja, Matteo, vá. Sáum að Dreen var klárið að taka við boltan, menn svo einhvern veginn skoppaði hann af netinu og það erfitt að reikna þetta út. Ás fyrir Matteo. Mikil snúningur á boltanum. Hér gefur Matteo aftur. Þetta hins vegar vel gert hjá Arnari og sjáu svo háður að Birki og Káa-liðið fara stigið. Og dæmt mók á gestinni kjölfarið. Frábær hávörn hjá Benedikt. Þessum gefa hann blokkstigið þó að hafa endanum verið dæmt mók á gestina. Það var bara eitthvað svo frábærlega gert hjá Benedikt. Og hérna erum við Káa-tíð í smá hættu. Boltinn í áttina að blaðmannstungunni. Þetta eru geggjaðar uppgjafur hjá Matteo til að þær heppnast og þær eru að heppnast núna. Og þessi er inni, ekki nokkur spurning. 24-8. Og eitthvað grunar mig að gestina sé farið að hlakka til að þessari hreinu ljúki. Hann geti náð vopnum sem er á ný. Þessi fasta uppgjöf á netinu yfir. Nú séns fyrir Káa-liðið að klára þetta. Matteo klárar þetta 25-8. Káa komið í 2-1. Þvílíkt svar hjá Káa-liðinu eftir þessa aðra hreinu sem var ekki nægilega góð. Og eins og segi, menn var svolítið pirraðir. Þetta er frábært svar. 17 stiga sigur. Ég reiknaði enga við með þessu. En jæja, förum yfir stigaskorununa. Miguel Matteo Castrillo kom með 17 stig, skoraði aðeins 3 stig í fyrstu hreinu og sá að svara fyrir sig. Alexander Arnar með 12 stig, Filip Pavel með 8, Benedikt Rúnar með 5 og Vigfús Jónbergsson með 2. Sjáum hjá gestunum, það eru aðeins fleiri komnir á blað, en engir sem er virkilega að taka skarið. Elvar Örn með 5 stig, svo eru þeir Lúðvík Már, Andreas Hilmir, Kristoffer Björn og Valens Torfi allir með 3 stig. Hermann Hlinsson, Nökkvi Freyr og Markus Ingi allir með 1 stig. Og sem bara auðvitað að segja það að sókn Káa-liðsins er að kaffara gestina núna. En Blakjalla er áhugaður íþrótt með það að gera að þú þarf alltaf að halda áfram, þannig að þú kemur ný hrina og séns fyrir gestina að svara fyrir sig. 25-8 lokatölur í þessari þriðju hreinu. 14 af þessum 25 stigum voru eftir Smöss. Þarna má hann rekja Káa-liðið vel. 2 stig hjá HK eftir Smöss. 5 ásæðir Káa gegn 0. 2 laumur gegn 1. 3 blókstig gegn 0. 1 stig sem Káa skorar eftir mistök HK. Allt hitt er bara eftir alvöru sóknarleik. 5 stig af þessum 8 hjá HK er eins og mistök hjá Káa-liðinu. Þannig að segja að Káa-liðið fer úr 15 mistökum í síðustu hreinu inn í 5. Og það munar minna. Mesti munur 17 stig sem er einmitt lokastaðan. HK aldrei yfir, enda komst Káa í 7-0. En sjáum hvað gestinni gera í næstu hreinu. Tökum okkur smá pásu.
Já, alltaf verða klárt fyrir fjórðu hrinnu. Það er Filip Pavel sem að tekur fyrstu uppgjöfuna og hér kemur hún. Fín, þeir ná að verða þessu og nú kemur hörkusmass og þetta er fyrsta stigið. Það er Andreas Hilmir sem að gera það. HK strax komið í betri stöðu heldur en í upphafina þriðju hrinnu. Þetta er alvöru hrinna sem er byrjuð núna. KA-liðið þarf helst að vinna hana til þess að fá öll stigin hér í kvöld og brúa þannig að minnka allavega bilið sem að HK er búið að koma sér upp á toppi deildarinnar. En HK ætla að sjálfsögðu á sama tíma þurfa þeirra sér að halda til að knýja fram 8 hreinu, halda lífi í þessu. Þeir eru alveg klálega ekki komni norður til þess að fá 0 stig. Æja, við þælu bolti fyrir gestina. Sjáum hvað þið gera. En nýta sér ekki nægilega vel og kemur Lexi og já. Að Lexi hefði stíð yfir línuna. Ég var ekki alveg með augun á því. 1-2. Æja, flott móttaka á Birki. Nú kemur Matteo. Fín hávörn. Og aftur Matteo. Og vá. Sneiðir sem fram hjá hávörninni og beint í gól. Jafnari 2-2. Þetta er vel gert. Og Benedikt Rúnar kemur núna inn. Og Birkir Freyr Líberó fær aðeins að hvíla. Sjáum hversu lengi það varir. Það er alltaf meðan Hermann er í uppgjöfinni. Þessi er uttalega en við taka boltan og kjölfarið skorar hann Andreas sitt annað stig í þessari fjórðu hreinu. Ekki gott fyrir Gáli ef hann er farin að finna sér betur. Hans 5. stig í leiknum. Elvar Örn með uppgjöfuna, hún kemur hér, hún er neðarlega, fyrir ekki yfir nettið. KA-liðið búið að skora, fá 2 stig á sig 3 eftir misjafnar uppgjafir hjá gestunum. Sjáum hvað Matteo gerir. Og með frábærar uppgjafir í síðustu hreinu. Þessi var út. Nei, þessi var út. Það var alveg skýrt. Og HK. Nei, heyrðu, hann var inni. Heyrðu, fyrirgefið þetta. Mér fannst að sjá hann úti. Þessi var hins vegar ekki yfir nettið. Ég held að þessi alveg nokkuð ljóst. Það er 4-4. Ja. Fyrst afsakaðan þessi rugl í mér. Kemur Lexi, plaffar þessu. Já, stígu ekki línuna núna. KA komið yfir í 5-4. 13 stig Lexa. KA-lið er að njóta góðs af því að Lexi og Matteo er báðir í góðum gír núna. Er að skora eða bara að vild. Hér kemur Andreas. Já, sjáuði Lexa þarna. Frábær hávörð, hans 14. stig í leiknum. KA komið 6-4 yfir. Ég segi strákarnir þurfa á þægilegum, eða ekki þægilegum, þau þurfa bara á sigri að halda í þessari hreinu til að fá öll 3 stigin og hérna er KA-lið að fá ódýrt stig. Klöfrangur á gestunum, staðan 7-4. Fúsi áfram í uppgjöfinni, það er ekki boltur róna en þetta er sjálfseg frá Fúsa. Boltin ekki yfir netið. Mikið misjafnar uppgjafir núna í þessari fjórðu hreinu á báðum liðum. Sjáum hvað Lúðvík Már gerir. Hann er með fastar og erfiðar uppgjafir við að eiga. Og hér kemur bolti frá honum. Og sjá að Lexi nær engan stýra þessu. Þetta er mjög erfið bolta við að eiga.
og hann minkar í 7-6. Aðeins 4. stig Lúðvíks í leiknum samt. Hér kemur hann aftur. Birkir nær að stýra þessu virkilega vel og Matteo laumar en Hermann nær að berga þessu hana og aftur flott móttaka hjá Birki. Hér kemur Lexi og aftur kemur Lexi. Frábær varnarleikur hjá HK-liðinu. Matteo upp á Fílip og Fílip á Birki. Nei, Benedikt Þyrki og enn þessi bolti í leik. Og hér kemur Lexi. Já. Þetta verður mikilvægt stig andlega og endar hjá KA, það endar í klaufaskap hjá framlínunum hjá HK og staðan 8-6 fyrir KA. Það er andlega sterkt að taka svona stig en frábær varnarleikur hjá HK-liðinu. En það dugði ekki til og KA-liðið fékk stigið. En lífsnauðsynlegt fyrir gestina að ná að loka aðeins á hann öfluga sóknarleik KA-liðsins. Vel gert hjá Fílip í hárunni og kemur Matteo á afturlínu og plaffar þessu niður. Það er eiginlega bara hreinu unun að fylgjast með KA-liðinu núna. Þarna þekkir maður KA-liðið. Og þá tekur Vladislav Mandic, þjálfari HK, leikhlé. Við skulum kannski bara kíkja bara á hvernig stigin í leiknum bara í heildina hafa verið að spilast. Sjáum að KA vinnur fyrsturinn 25-20, HK svarar 18-25, KA vinnur svo 25-8 í þriðju hreinu. Var alveg ennþá að hafa orðlega sigur sér í þriðju hreinu. KA búið skora 33 stig eftir smöss gegn 15, 7 ásar gegn 3, 4 laumir af KA-liðin gegn 2, 6 blokkir gegn 3, 28 stig sem KA skora eftir mistöku á HK og 35 stig sem að HK skora eftir mistöku á KA. Og já, KA-liðið einfallega bara búið að vera allavega sérstaklega sóknarlega séð sterkari aðilinn og er aðeins að fækka mistökunum. Þetta er eins og virkilega vel gert hjá Valens Torfa. Hann er búinn að vera að skila nokkrum stigum núna. Minkar hérna 9-7 og fín móttaka KA-liðinu af þessi bolti of langur alveg fyrir netið og já, Fílip tekur þetta sig. Auðvitað upp þessu sökina. Það er erfitt fyrir Lexa að gera eitthvað þessi bolta. Boltin alveg upp í netið og það voru að sjálfsögðu gestirnir klárir. Og hér kemur Lexi þessir út og staðan allt í orði jöfn 9-9, 3 stig á HK. Hérna kemur Matteo, Hárinn tekur þetta og þessir út. Það er alltaf ég að svekja þegar andstæðurinn gerir þetta eins og hann hótar hann sé að fara að taka boltan en feikar svo boltinn út og HK er komið yfir í 9-10 núna, 4 stig af þeim og það KA-liðið að fara að svara aftur. Vel gert hjá Lúðvík en nú kemur KA-liðið vantanlega með þægilegan bolta. Fílip á Lexa og Lexi plaffar þessu niður, já. Þegar að strákarnir ná að fá svona þægilega bolta yfir, endar þetta alltaf með stigi. Uppsvölið frá Fílip yfirleitt algjörlega til fyrirmyndar og svo erum við með menn eins og Matteo og Lexa til þess að plaffa þessu niður. Herðu. KA-liðið nær að bjarga þessu ótrúlegan hátt, virkilega vel gert hjá Fúsa og hvað gerist núna? Kemur Matteo og þeir bjarga þessu þarna vel gert hjá Arnari, nú kemur þægileg bolti yfir á vel gert hjá
Lexa og frábær háfur svo í kjölfarið þarna Matteo ætlaði laumunum. Þarna var hann Valens Torfi klár. En ótrúlega vel gert hjá Fúsa að bjarga þessum bolta á hann. Greinilega aðeins tæpur í bakinu. Endaði þarna á auglýsingaskilti. Vonum að sé lagi með hann. Þetta er þetta gallið við að hafa skiltinn hérna kringum völlinn. Erfiður bolti hérna á Matteo. Matteo nær ekki boltan yfir. Þetta er ekkert við hann að sakast. Enda boltinn hann sé nálægt netinu og hann var líka uttalega. HK er að ná aðeins takja á þessu núna. En þeir þurfa sigur að halda þessari hreinu til að knýja fram áttarhreinu. En Matteo hefur engan á því. Hann vil það drífa sig heim. Smassar þessu niður 11:12. Klukkan 20 mínútur í 10. Hann vil ná 10 fréttum Matteo. Vel að sér í fréttamálunum. Jæja, kemur boltinn hérna og vel gert hjá Andreas Hilmi. Hann er að stíga vel upp í þessari fjórðu hreinu og HK þarf á því að halda. Matteo frábærlega gert. Sjáuði Fílip, hann þarf að hlaupa fullum krafti til að ná sem bolta, tekur Bagger aftur fyrir sig, beint í frábært uppspil á Matteo sem að klára þetta. Þetta lítur út fyrir að vera svo einfalt þegar Fílip gerir þetta. Þetta er ótrúlega erfitt og mikil listgrein. Já, KA-liðið í séns núna. Já. Erfið vörn af KA-liðinu en koma boltanum hátt upp í loft og það sem var Matteo. Hann þarf svo lítið og hann plaffar þessu niður. Endur af háurninni. KA-lið búið að jafna í 13-13. Næja, nú fer hver stig að vera ansi mikilvægt. Bæðiliðin ætla sér að sjálfsögðu sigur í þessari fjórðu hreinu, allt undir. Þetta er vel gert hjá Elvari Erni, móttakan frá Lexa yfir netið og þar var Elvar Örn klár. Matteo reyndi að vera fyrir en Elvari með mikla yfirsýn hérna og setti bolta bara nákvæmlega sem hann þurfti að setja hann. Það er að segja í gólfið. Ja. Kemur Matteo í af háurðinu út og hann fattar hann svo vel. Jafnari 14-14, 24. stig Matteo í leiknum. Skoraði aðeins 3 stig í fyrstu hreinu en sá er búinn að stíga upp. Já, það er fylgst með öllu hérna. Rétt skal vera rétt, rétti boltar notaðir. Matteo af netinu yfir og nú er séns við KA-liðið. Matteo plaffar þessu og þetta er vel gert. Boltinn fastur og í erfiði hæð fyrir Arnar Birki. KA-liðið komið yfir en er Matteo að skora. En þessi uppgjöf frá honum Matteo ekki nægilega góð. Og við erum ennþá í jöfnuleik. Kemur Lexi úr afturlínunni, plaffar þessu. Það er þegar þessi KA-liðið er með sóknina eins beitt á hún er búin að vera núna. Þá er svo ótrúlega erfitt að verjast þessu.
16-15 og þessi smössur afturlínu eru búin að vera algjörlega geggjuð. Lexi virkilega til sín. Jæja, kemur Matteo, plaffar svo af hárutinu út. Þetta gjörsamlega frábært lag sem KA-liðið að spila. Gjörsamlega rústuðu HK í síðustu hreinu og eru núna að ná aftur þeim takti hérna. Komnir yfir 41-17 í smössu fyrir KA-liðinu. Fúsi. Og séns fyrir gestina. Já, vel gert. Þægilegur bolti yfir samt fyrir HK. En fín vörn og hér Lúðvík og aftur. En nú situr hann í hávutuna út. Hann nær að svara. Jæja, sjáum hvað Lúðvík gerir uppgjöfinni. Það eru bara ótrúlega góðar. Fúsi sér við þessu og kemur lauma frá Fílip og hann gerir þetta frábærlega. Andreas reyndi að verjast þessu, gekk ekki. Þetta líka svo mikilvægt vopn að hafa sem uppspyrjari. Að hafa yfirsýnina í að geta lauma þegar þess þarf á að halda. Það gerir það líka verkum að hávörnin getur ekki alltaf að koma sér beint í stöðu á móti köntunum. Já, vel gert hjá Benedikt og nú kemur séns fyrir Lexa. Lexi laumar en vel gert hjá honum Valens. Það eru boltir KA-liðið núna. Hvað gerir Fílip? Hann finnur Lexa og Lexi plaffar þessi gólfið. Já. 19-16. 17 stig Lexa. Jæja. Benedikt áfram með uppgjöfinni, sjáum hvað hann gerir. Já, þessi fyrir yfir og kjölfarið þá klúðra gestirnir þessu. Missa boltan yfir en Fílip setur boltan út fyrir hérna í úrvalsfæri og hann veit upp að sig sökina. En skítur skeiður eins og maðurinn sagði, 19-17. Og þessi móttaka hjá Lexa ekki nægilega góð. Og ás hjá honum Kristoffer Birni Ólasinni Proppe. Lengsta nafnið á leikmanni í leiknum. Fyrir það sem hefur áhuga að vita það. Hér kemur Matteo en þeir ná að verjast þessu vel gert við HK-liðinu. Gefa ekkert eftir. Og Birkir Freyr með boltan hátt upp í loftuna og kemur Matteo og hann klárar þessi var inni allan daginn. Sett hann utan við hávöldina og beint eða á línuna. 20-18, 27. stig á Matteo. Æja, nú þarf KA-liðið að halda áfram til að tryggja öll stigin 3. Sjáum hvað Hilmir gerir, en vel gert hjá Matteo, nei á Fílip fyrir ekki og kemur Matteo í smassið og hann plaffar þessu niður, 21-18. KA vantar 4 stig til að klára þessa hreinu og þá leikinn. Þá tekur Vladislav Mandic, þjálfari HK leikli. Virkilega ánægð með spilum sem KA-liðsins eftir vonbrigðin gegn Vestra í síðasta leik. KA-liðið vissulega vann leikinn en vann hann aðeins í 8 hreinu. Fekk því bara 2 stig fyrir sigur í staðinn fyrir 3. Og veit að strákarnir hafa farið vel yfir málin eftir það. Og eru þess vegna klárir hérna og eru einfallega búin að vera sterkari heldur en HK heildina í þessum leik. HK eins og búin að vera í frábæru standi í vetur. Nei, byrjun vetrar. En þetta ætti að hleypa mikilli spennu í deildina ef að KA klárar þetta. Fílip. Já, taka vel við þessu. Nú
Þetta var missetnað. Elvar Örn hittir ekki boltan og KA-liðið fær þarna ansi útistig 22-18. Þarna var lag fyrir HK-liðið og já, svona gera menn þetta. Valens Torfi plaffar sig niður 22-19. Það ennþá möguleikur í gestina, en þá þurfa þeir að ná nokkuð stigum í röð núna. Þeir verjast þessu vel núna og spurning hvað Valens setur þetta út. Já, þessi var úti. Tuttugu og 23-19 fyrir KA. Og vantar aðeins 2 stig til að klára leikinn og fá þau öll stigin. Þetta er vel gett hjá Lexa, nú vantar að koma boltavantarliðina yfir. Þessi er úti. Ágæðist tilraun af KA-liðinu, þetta gekk ekki. Já, HK ekki búið að tapa leik í deildinni fyrir þennan leik. Spurning hvað það breytist hérna. Búið að vinna 2 leiki í Oddarhreinu, hann hefur búin að vissa 2 stig. Þetta er vel gert hjá Matteo. KA-liðið vantar 1 stig til að klára þetta. 24-20, þá er skipting hjá gestunum. Inn á mætir Janis Novikovs. Og það gefur skipting hjá KA-liðinu líka. Já, Björn Heiðar fær að fara í uppgjöfuna. Það væri náttúrulega ótrúlega gaman að hann myndi bara klára þetta með ás hérna. Flottur strákurinn Björn. Og hann kemur með flotta uppgjöf, var ekki langt fyrir að ná ásnum. Og þessi er út og KA-liðið vinnur 25-20 sigur í þessari 4. hrynu og vinnur þar með leikinn 3-1. Sækir hérna gríðarlega dýrmæt 3 stig. Já, og þeir geta að fagna þessu virkilega vel, strákarnir. Já. Þetta var nákvæmlega sem KA-liðið þurfti og rauninni er bara deildin í heild sinni. KA tekur 3 stig, HK fara tómhendir heim. Þetta var allt annað að sjá KA-liðið í þessum leik heldur en svona í upphafi vetrar. Og þetta sé það sem koma skal hjá liðinu. Sjáum hérna tölfræðina. Miguel Matteo Castrillo ótrúlega öflug með 29 stig. Alexander Arnar Þórisson með 17. Filip Pavel með 9. Benedikt Rúnar með 5 og Vigfús Jónbergsson með 2 stig. Sjáum svo hjá gestunum. Var ekki alveg að afgrændi stigaskorun þar. Það var Andreas Silfur með 6 stig. Einnig Elvar Örn, Valens Torfi Ingjörnsson líka. Lúðvík Már með 5 stig, Kristoffer Björn með 4 og fyrir Hermann Hlinsson, Nökkvi Freyr og Markus Ingi allir með 1 stig. Já, þetta var gríðarlega jákvætt og gaman að sjá KA-liðið taka þennan leik. 25-20 lokatölur í þessari 4. hrynu. KA-liðið með 15 stig eftir smörs gegn 6. Sóknarleikur KA-liðsins gjörsamlega frábær þegar leið á þennan leik. Gestirnir reynda með 2 ásar gegn 1, vinna þann part. 1 lauma sig hverjum megin, 1 blokk sig hverjum megin. 7 stig hjá KA eftir mistök hjá HK. KA-liðið gerir þar áfram svolítið af mistökum. 9 stig sem gefa HK-liðið stig, en það var samt alltaf skárra og skárra hjá þeim. Já, KA-liðið mest 5 stigum yfir sem lokatölurinnar í þessari hrynu. Sjáum hérna heildar tölfræðina 25-20, 18-25, 25-8 og 25-20 eru lokatölur í hverju hrynu fyrir sig. KA vinnur 3-1, 45 smössur, KA gegn 19, svakaleg munur á sóknarlínum þessara liða. 7 ásar hjá KA gegn 4, 5 laumur gegn 3,
6 blokkir gegn 4, 31 mistök hjá HK-liðinu sem gefur KA-stig, 41 mistök hjá KA-liðinu sem gefur HK-stig. Bæði líka að gera 12 mistök í uppgjöfum. KA skora mest 7 stig í röð gegn 4. KA leiðir mest með 17 stigum. Þetta er eitthvað furðulegt, ég held að HK hafi aldrei leitt mest með -6 stigum. En hvað það? En já, ég held að við skulum bara fara að setja gott hérna. Fyrsta tap HK í deildinni staðreynd og gríðarlega mikilvægur sigur KA-liðsins. KA-liðið fær hérna 3 stig í hús. Er þá komið með 8 stig í töflunni eftir 5 leiki. HK er með 12 stig eftir 7 leiki núna. Þannig að KA-liðið getur heldur betur blanda sér í toppbaráttuna með því að nýta sína 2 leiki sem eiga inni. En Ágúst Stefánsson heiti ég og Stefán Jóhannsson var með mér hérna. Við þökkum fyrir okkur hér í dag í KA TV. Við sjáumst fersk. Bless, bless.